Bréf Páls til Filippímanna, 1. kafli. Páll og Tímóteus þjónar Krists Jesú heilsa öllum heilugum í Filippi, sem í Kristi Jesú ásamt biskupum þeirra og djáknum. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Ég þakka Guði mínum í hvert skipti sem ég hugsa til ykkar og geri ávallt í öllum bænum mínum með gleði bæn fyrir ykkur öllum vegna samfélags ykkar fagnaðarerindið frá því þið tókuð við því og allt til þessa. Ég fulltreysti einmitt því að hann sem byrjaði í ykkur góða verkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krists. Víst það rétt fyrir mig að bera þennan hug til ykkar allra. Ég hef ykkur í hjarta mínu og þið eigið öll hlutdeild með mér í náðinni, bæði í fjötrum mínum og eins ég að verja fagnaðarerindið og sannfæra menn gildi þess. Guð mér þess vitni hvernig ég þrái ykkur öll með ástúð Krists Jesú. Og þess bið ég að elska ykkar aukist ennþá meir að þekkingu og dómgreind, svo að þið getið metið þá hluti rétt sem máli skipta og verið hrein og ámælislaus til dags Krists, auðug að þeim réttlætis ávexti sem Jesús Kristur kemur til leiðar Guði til lofs og dýrðar. En ég vil að þið, systkin, vitið, að það sem fram við mig hefur komið hefur í raun orðið fagnaðarerindinu til eflingar. Því að það augljóst orðið í allri lífvarðarhöllinni og öllum öðrum að ég í fjötrum vegna Krists og flest hinna trúuðu hafa öðlast meira traust á drottni við fjötra mína og fengi meiri djörfung til að tala orð Guðs óttalaust. Sumir predika að sönnu Krist af öfund og þrætugirni, en sumir gera það líka af góðum hug. Þeir gera það af kærleika vegna þess að þeir vita að ég settur fagnaðarerindinu til varnar. Hinir predika Krist af eigingirni og ekki af hreinum hug, heldur í þeim tilgangi að bæta þrengingu ofan á fjötra mína. En hvað það? Kristur alltaf einu boðaður, hvort sem það heldur af uppgerð eða heilum hug. Og þetta gleður mig. Já, það mun áfram gleðja mig, því að ég veit að bænir ykkar og hjálpin sem andi Jesú Krists veitir mér mun frelsa mig. Það einlæg löngun mín og von að ég verði ekki til smánar í neinu, heldur að ég hafi þann kjark nú eins og ávallt að sýna með lífi mínu og dauða fram á hve mikill Kristur Því að lífið mér Kristur og dauðinn ávinningur. En eigi ég áfram að lifa á jörðinni, þá verður meiri árangur af starfi mínu. Ekki veit ég hvort ég á heldur að kjósa. Ég á úr tvennu vöndu að ráða. Mig langar til að fara héðan og vera með Kristi, því að það væri miklu betra. En ykkar vegna nauðsynlegra að ég haldi áfram að lifa hér á jörðu, og í trausti þess veit ég að ég mun lifa og halda áfram að vera hjá ykkur öllum, ykkur til framfara og gleði í trúnni. Þá kem ég aftur til ykkar og þið finnið enn betur hvílík upphefð það að fylgja Kristi. En hvað sem öðru líður, þá hegðið ykkur eins og sambóðið fagnaðarerindinu Krist. Hvort sem ég kem og heimsæki ykkur eða ég fjarverandi, vil ég fá að heyra ykkur að þið standið stöðug í einum anda, berjist með einni sál fyrir trúnni á fagnaðarerindið og látið aldrei mótstöðumenn skelfa ykkur í neinu. Hugrekki ykkar þeim merki frá Guði glötun þeirra en frelsun ykkar, því að Guð veitt ykkur þá náð, ekki einungis að trú á Krist, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Nú eigið þið í sömu baráttu sem þið sáuð mig heyja og heyrið enn mig.
Filippi bréfið, 2. kafli. Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppörvar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst það ríkir hlýja og samúð, geri þó gleði mína fullkomna með því að vera einhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Gerið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd, verið lítillát og metið hvert annað meira en ykkur sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annarra. Verið með sama hugarfari sem Kristur Jesús var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðinn allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Þess vegna mín elskuðu sem ætíð hafið verið hlýðin, vinnið nú að sálu hjálp ykkar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá ykkur, því fremur nú þegar ég fjarri. Því að það Guð sem verkar í ykkur bæði að vilja og að framkvæma sér til velþóknunar. Gerið allt án þess að mögla og hika til þess að þið verðið óaðfinnanleg og hrein, flekklaus Guðs börn meðal rangsnúinnar og gerspilltrar kynslóðar sem þið skínið hjá eins og ljós í heiminum. Haldið fast við orð lífsins mér til hross á degi Krists. Þá hef ég ekki hlaupið til einskis né erfiðað til ónýtis. Enda þótt blóði mínu verði úthellt við fórnarþjónustu mína þegar ég ber trú ykkar fram fyrir Guð, þá gleðst ég og samgleðst ykkur öllum. Af hinu sama skulu þið einnig gleðjast og samgleðjast mér. En ég vona að drottinn Jesús geri mér bráðum fært að senda Tímóteus til ykkar til þess að mér verði einnig hug hægra, þá ég fæ að vita hagi ykkar. Ég hef engan honum líkan sem lætur sér eins einlæglega and hagi ykkar. Allir leita þess sem sjálfra þeirra en ekki þess sem Krists Jesú En þið vitið hvernig hann hefur reynst, að hann hefur þjónað að boðun fagnaðar erindisins með mér eins og barn með föður sínum. Ég vona að geta sent hann jafnskjótt og ég sé hvað mig verður. En ég ber það traust til drottins að ég muni og bráðum koma sjálfur. Ég taldi það og nauðsynlegt að senda til ykkar Epafrodítus, bróður minn, samverkamann og samherja, sem þið sendu til að annast mig. Hann hefur þráð ykkur öll og liðið illa út af því að þið höfðu heyrt að hann hefði orðið sjúkur. Já, sjúkur varðan, að dauða kominn, en Guð miskunnaði honum og ekki einungis honum heldur og mér til þess að ég skildi eigi hafa hryggð á hryggð ofan. Þess vegna mér enn hugleiknara að senda hann heim til þess að þið verðið aftur glöð, þið sjáið hann og mér verði hug hægra. Takið því á mót honum í nafni drottins með miklum fögnuði og hafið slíka menn í heiðri. Hann var að vinna fyrir Krist. Þess vegna var hann að dauða kominn. Hann lagði líf sitt í hættu til þess að bæta upp þá þjónustu sem þið gátuð ekki veitt mér. Filippi bréfið, 3. kafli. Enn og aftur, bræður mínir og systur, verið glöð í drottni. Ég tel ekki eftir mér að endurtaka það sem ég hef skrifað, en ykkur það fyrir bestu. Varist hundana,
varist hina vondu verkamenn, varist hina sundur skornu. Umskurðnina eigum við sem dýrkum Guð í anda og miklumst af Jesú Kristi, en treystum engum ytri auðkennum, enda þótt ég fyrir mitt leyti hafi slík auðkenni sem ég mætti treysta. Ef einhver annar þykist geta treyst á ytri merki, gæti ég það fremur. Ég var umskorinn á 8. degi af kyni Ísraels, ættkvísl Benjamíns, Hebrei af Hebreum, í lögmálshlíðinni farisei, svo kappsfullur að ég ofsótti kirkjuna. Ef litið er á réttlæti sem fæst með lögmálinu, var ég vamlaus. En það sem var mér ávinningur met ég nú vera tjón, sakir Krists. Já, meira segja met ég allt vera tjón hjá þeim yfirburðum að þekkja Krist Jesú, drottinn minn. Sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist og reynst vera í honum, ekki sakir eigin réttlætis sem fæst af hlýðinni við lögmálið, heldur sakir þess sem trúin á Krist gefur, réttlætið frá Guði með trúnni. Ég vil þekkja Krist og kraft upprisu hans, ég vil þjást með honum og líkjast honum í dauða hans. Mætti mér auðnast að ná til upprisunar frá dauðum. Ekki er svo að ég hafi þegar náð því eða sé þegar fullkomin. En ég keppi eftir því ef ég skildi geta höndlaða með því að ég er höndlaður af Kristi Jesú. Systkin, ekki tel ég sjálfa mig enn hafa höndlaða, en eitt geri ég. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunanna á himnum sem Guð hefur í Kristi kallað okkur til. Þetta hugarfar skulum við því öll hafa sem fullkomin erum, og ef þið hugsið í nokkru öðruvísi, þá mun Guð einnig opinbera ykkur þetta. Við skulum fyrir alla muni ganga þá götu sem við höfum komist á. Systkin, breytið öll eftir mér og festið sjónir ykkar á þeim sem breyta eftir þeirri fyrirmynd við höfum gefið ykkur. Margir breyta. Ég hef oft sagt ykkur það og nú segi ég það jafnvel grátandi eins og óvinir kross Krists. Afdrif þeirra eru glötun. Guð þeirra maginn. Þeim þykir sómi að skömminni og þeir hafa hugan á jarnerskum munum. En föðurland okkar á himni og frá himni væntum við frelsarans, drottins Jesú Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama okkar svo að hann fái sömu mynd og dýrðar líkami hans, því hann hefur kraftinn til að leggja allt undir sig. Filippi bréfið, 4. kafli. Þess vegna, mín elskuð og þráðu systkin, gleði mín og kóróna, standi þá stöðug í drottni. Ég áminni Evodíu og Syntíke að vera samlyndar vegna drottins. Já, ég bið einnig þig, trúlyndi samþjónn, hjálpa þú þeim því að þær börðust með mér við boðun fagnaðar erindisins ásamt Klemens og öðrum samverkamönnum mínum og standa nöfn þeirra í lífsins bók. Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum. Drottinn í nánd. Verið ekki hugsjúkum neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkar gjörð. Og friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Að endingu, systkin, allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfesti það. Þið skulu gera þetta sem þið hafið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín.
og Guð friðarins mun vera með ykkur. Ég gleðst mjög og þakka Drottni fyrir að hagur ykkar hefur loks batnað, svo aftur að þið gátuð hugsað til mín. Að sönnu hafið þið hugsað til mín en gátuð ekki sýnt það í verki. Ekki segi ég þetta vegna þess að ég hafi liðið skort, því að ég hef lært að láta mér nægja það sem ég hef. Ég kann að búa við lítinn kost, ég kann einnig að hafa allsnægtir. Ég fullreyndur orðin í öllum hlutum, að vera mettur og hungraður, að hafa allsnægtir og líða skort. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Eigi að síður gerðu þið vel í því að vilja hjálpa mér í þrengingu minni. Þið vitið og Filippi menn, að þegar ég í upphafi boðaði ykkur fagnaðar erindið og var farin burt úr Makedóníu, hafði engin annar söfnuður en þið reikning hjá mér yfir gefið og þegið. Meirað segja þegar ég var í Þessalóníku sendu þið mér oftar en einu sinni til nauðsynja minna. Ekki að mér veri svo umhugað gjöfina sem ábata þann sem færist ríkulega ykkur til tekna. En nú hef ég fengið allt og hef meira en nóg síðan Epafrodítus færði mér sendinguna frá ykkur, þægilegan ilm, þekka forn, Guði velþóknanlega. En Guð minn mun uppfylla allar ykkar þarfir og láta Krist Jesú veit ykkur af dýrlegum auðæfum sínum. Guði og föður vorum sé dýrðin aldir alda. Amen. Heilsið öllum heilugum í Kristi Jesú. Bræðurnir sem hjá mér biðja að heilsa ykkur, allir heilagir biðja að heilsa ykkur en einkanlega þeir sem í þjónustu keisarans. Náðin Drottins Jesú Krist sé með anda yðar.